Mengun frá skemmtiferðaskipum í Reykjavíkurhöfn mældist alltaf 40 sinnum meiri en alþjóðleg viðmið kveða á Rafvæðing hafnarinnar á áætlun og á að bæta úr. Fjöldi fósturbarna sem eru vistuð á heimilum án fósturleyfis kom Barnavernd Reykjavíkur á óvart. Framkvæmdastjórinn segir fósturkerfi þarfnast gagngerrar endurskoðunar. Forseti Íslands segir að margir sem tjá sig þjóðaratkvæðagreiðslur viðræður við ESB í lok sumars geti vandað orðræðuna betur. Hún hvetur fólk til að staldra við og hugsa áður en það talar. Eiginkona manns sem sogaðist næstum því út glugga flugvélar á föstudag segir það hafi verið honum til happs að sætisbeltið var spennt. Maðurinn enn á spítala í Grikklandi. Síminn stoppar ekki hjá ferðaskrifstofum sem selja sólarferðir og flestir sem hringja vilja komast út strax. Það þarf þó ekki að fara út fyrir landsteinana því hitamet féllu á Austurlandi í dag. Komið sæl, við erum á ferðinni vegna undanúrslitaleiks á HM í fótbolta karla milli Argentínu og England sem hefst klukkan 18:50 en stofan hefst klukkan 18:30. En við byrjum á þessu. Stórt skemmtiferðaskip sem liggur við bryggju getur mengað á við 5.000 bíla. Fyrr í mánuðinum mældist mengunin 40 sinnum meiri en alþjóðleg viðmið. Vísindamenn af vegum Clean Arctic Alliance sem eru regnhlífarsamtök náttúruverndarsamtaka og þeirra á meðal náttúruverndarsamtaka Íslands mældu fyrir þessu mánuði sótagnamengun í andrúmslofti við Sundahöfn og á Miðbakkanum. Det vi kan se, det at de store krydstogtskibe, der ligger her bag mig, de giver anledning til rigtig høj forurening her i havnen. Du taler om høj forurening, hvor meget? Det vi ser, det 35-40 gange højere end de niveauer, som Verdenssundhedsorganisationen siger et sikkert lavt niveau. Og det altså luftforurening, der giver anledning til både hjerte-karsygdomme, blodpropper, kræft og alvorlige lungesygdomme. Viðmið Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir sót í andrúmslofti eru 1000 mikrogram á rúmmetra. Mælingar Kore sýndu aftur á móti 35 til 40.000 mikrogram á rúmmetra sem segir okkur kannski ekki mikið, en ef við setjum þetta í samhengi við umferðarmengun þá gegnir öðru máli. Og sådan en krydstogtskib, som vi har her bag mig, jamen det udleder altså lige så mange partikler som cirka 5.000 biler i sekundet. Alltaf 5.000 borð í stærstu skemmtiferðaskipunum sem hingað koma og meðan þau liggja við bryggju þurfa þau gríðarlega orku og hana fá þau með því að brenna jarðefnaeldsneyti. Faxaflóahafnir eru með eigin loftgæðamæla í Laugarnesi og þeim ætlað að mæla áhrif mengunar frá skipunum á borgarbúa. Þar hafur aldrei mælst yfir reglugerðarmörkum. En engin ástæða sé til að efast mælingar Clean Arctic Alliance, þær séu einfaldlega gerðar nær skipunum. Erfitt að draga úr menguninni fyrir öll skip við bryggju geta tengst rafmagni úr landi og það hillir undir það. Allt gengur samkvæmt áætlun og við stefnum á ótrúlega á að tengja fyrsta skemmtiferðaskipið 2028 í Sundahöfn. Síðan 2024 hafa smærri skip reyndar geta tengst rafmagni á Miðbakkanum, en þó það sé í boði, þá þurfa skipin líka vera með búnað til að geta tengst. Þetta bara svona ákveðið verkefni sem við erum að vinna að og bara það eru áskoranir og allt konar í því. Framkvæmdastjóri Barnaverndar Reykjavíkur segir fósturbarnakerfið lengi hafi verið undir fjármagnað og ábyrgðinni varpað á sveitarfélögin. Kerfið þarfnist gagngerrar endurskoðunar. Í skýrslu Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála fósturbörn sem birtist í gær kom fram að 46% fósturheimila hefðu ekki tilskilin leyfi og að eftirlitsheimsóknum barnaverndar væri víða ábótavant. Stofnunin beinir fjölda tilmæla til barnaverndar sveitafélagana að bæta verklag. Það var nú ýmislegt í þessar skýrslu sem kom okkur á óvart en svona í það heila þá er þetta ágætis úttekt á stöðunni eins og hún er núna. Af 194 börnum í fóstri hjá Reykjavík eru 74 á fósturheimilum sem ekki hafa gild leyfi. Þetta kom Barnavernd Reykjavíkur á óvart. Það hlutverk Gæða- og eftirlitsstofnunar að gefa út leyfin og það hlutverk Barna- og fjölskyldustofu að halda lista yfir leyfin og lista yfir þá fósturforeldra sem eru með gild leyfi. Þannig að þar að mínum mati liggur nú töluverður hluta þessari ábyrgð. Þyri segir það tilfinningu barnaverndar að ábyrgðinni sé varpað á sveitarfélögin í stað eftirlitsstofnana ríkisins. Engin gæða viðmið hafi verið sett að hálfu Gæða- og eftirlitsstofnunar hvað varðar barnavernd
og það sem heitir staðallum fósturvistanir sem er frá 2011 og er sett í tíð barnaverndarstofu sem er forveri Barna- og fjölskyldustofu. Þá sé óljóst hvernig eigi að framfylgja leyfiskráningum. Leyfin eru tímabundin en vistunin er það ekki. Þannig að þá er spurningin, eigum við að hringja í alla 194 aðilan og spyrja, ert þú með leyfi, ert þú með leyfi? Þjónustukannanir sýni að í yfir 80% tilvika séu fósturforeldrar ánægðir með stuðning Barnaverndar Reykjavíkur. Kerfið hafi hins vegar lengi verið undir fjármagnað og skipting verkefna milli ríkis og sveitarfélaga verið bitbein. Þetta eru vel yfir 400 börn á landsvísu og þar að veru 200 börn hjá okkur í Reykjavík og ég held að fólk svona almennt, bæði bara almenningur en líka bara kerfið átti sig ekki alveg á umfanginu. Forseti Íslands segir að þjóðaratkvæðagreiðslan framundan sé lýðræðisleg æfing fyrir þjóðina. Hún voni og treysti því að þjóðin nýti tækifæri til skoðanaskipta. Óháð afstöðu geti margir vandað orðræðina mun betur og jafnvel staldrað við áður en eitthvað sé sett fram. Alþingi samþykkti í lok maí þingsályktunartillögu utanríkisráðherra framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta voru áform ríkisstjórnarinnar í stjórnarsáttmála og niðurstaða þingsins var afgerandi. Þjóðaratkvæðagreiðslan verður 29. ágúst og nú berjast báðir hópar athyglina, þeir sem ætla að segja já og þeir sem ætla að segja nei. Ég tjái mig að sjálfsögðu ekki þjóðaratkvæðagreiðsluna en ég vil bara segja þetta að þarna er lýðræðisleg æfing fyrir þjóðina. Og ég vona og vil treysta því að þjóðin ætli að nýta það tækifæri vel til að æfa sig í að skiptast á skoðunum með virðingu. Og ég hvet alla sem að tala hátt, skrifa í hástöfum, tjá sig mikið, deila upplýsingum, að staldra við. Halla hvetur því fólk að hugsa vel það sem það setur fram og velta fyrir sér hvort það yrði stolt af þeim orðum síðar meir. Ef ekki, gefa sér þá meiri tíma. Það er fullkomlega eðlilegt að við höfum ólíkar skoðanir á jafn stóru máli og hér er borið undir þjóðina. Það heitir lýðræði. En finnst forseta Íslands umræða og skoðanaskiptum þetta efni vera orðin of grimm? Mér finnst mjög margir óháð afstöðu geta vandað orðræðuna mikið. Og ég held að ef fólk bíður aðeins þangað til að tilfinningarnar sem eru vissulega ríkar í þessu máli áður en það setur eitthvað frá sér. Þannig voni hún að fólk vandi sig, kanni uppruna upplýsinga vegna þess að margar rangar upplýsingar séu í umferð og svo séu spurningar sem ekki séu til rétt eða röng svör við. Að taka margir stefnuna í sólina enda þungbúnir dagar að baki og framundan á höfuðborgarsvæðinu. Hitamet sumarsins félli á Austurlandi í dag og þar er fjöldinn farin að segja til sín, mikil örtrið á tjaldstæðum og verslunum á Egilsstöðum. Við reynum eftir bestu getu að panta eftir þörfum og passa allt til. Þetta er ekki álag þessar daga? Já, það er allir vinnandi bara frá 6-7 á morgnana og fram með lokun, sko. Þetta er alveg feikilega mikið álag, sko. Og það er mikið álag víðar en í verslunum bæjarins. Umferðin er töluverð og það er fullt á flestum tjaldsvæðum. Von er á fleira fólki í austur og norður næstu daga því að veðurspáin lofar mjög góðu. Hiti fór hæst í 28 stig á Seyðisfirði í dag, en það er hæsta hitastig sem mælst hefur á landinu í sumar. Við sáum veðurspána í síðustu viku og ákveðum bara þetta hlýtur að vera besti staðinn til að vera núna í þessari hitabylgju. Og er það rétt? Já, það er búið að reynast rétt. Það er búið að vera alveg yndislegt. Hérna er hitastigið hagstætt með heima. Gott veður hérna og já, hitastigið gott. Hátt í 30 gráður og bara sól og blíða sko. Smá skíða núna en það kemur aftur sól. Og það er skítkalt á höfuðborgarsvæðinu. Ég hef búin að sækja haustúlpuna mína og þegar að svona viðrar þá fer maður, eðli málsins samkvæmt, að skoða veðurspána og þar er ekkert bjart yfir. Það er ekki sól aftur fyrir eftir 10 daga og þá er kannski mjög skiljanlegt að fólk fari að leita allra leiða til þess að komast úr þessu og beinustu leiði í sólina. Það gengur bara ótrúlega vel. Það er bara búið að vera stöðugar hringingar í marga daga, sérstaklega nú á síðustu 4-5 dagana og það er bara raunverulega allt að seljast upp, sérstaklega þegar stuttur í brottför því að fólk vil fara raunverulega sem allra fyrst út. Eftirspurnin er mikil þegar svona viðrar en heimsferðir fljúga tæplega 1500 manns í sólina í hverri viku.
En það ekkert allir sammála að sumarið á suðvesturhorninu sé svo slæmt. Við höfum séð að verra. Það ekki? Það ekki gott, það ekki nógu gott. Við erum í smá framkvæmdum þannig að það hendar mjög vel að það sé svona. Já, þið eru ekki að missa neinn? Nei. Hvernig finnst þér júlí veðrið í Reykjavík? Bara eiginlega ömurlegt. Þetta bara svona hálfþunglyndislega. En þá vorum við að kaupa stól hér til að brunni sólina og Allavíkinni, rétt hjá Egilsstöðum. Þú ert að græja þig í útileguna? Já. Og hvert ert að fara? Landmannalegar og nyrri Fjallabak. Og bjartsýnn á að veðrið verði eitthvað skárri en hér? Ég veit ekki, mér alls sama. Það verður bara gaman. Sumarið einhvern veginn, það alltaf svaka væntingar og svo einhvern veginn þetta alltaf bara jafnvonlaust og síðustu sumur. Hvernig finnst þér sumarið það verið? Mér finnst það bara mjög gott sko. Saknar ekkert sólarinnar? Nei, ég nýkomin heim. Ég var í Berlín í hitabylgjunni og ég að fara út aftur eftir viku. Annars myndi ég gera, ég búin að fara vestur. Já, sumarið fínt ef maður bara nógu mikið í útlandum. Já, nákvæmlega. Frakkland orðið 10. Evrópuríkið til þess að samþykkja lög dánaraðstoð. Frumvarp að fólk geti sótt dánaraðstoð í ákveðnum tilvikum var samþykkt nú á 6. tímanum. Samkvæmt frumvarpinu getur fullorðið fólk með ólæknandi sjúkdóm fengið aðstoð við að deyja í ákveðnum tilvikum. Leiðin hefur ekki beint verið greið. Upphafsmaður frumvarpsins sem nú hættur á þingi lýsir henni sem maraþonhlaupi með hindruðum. Frumvarpið kom fyrst fram fyrir 14 árum og hefur tekið ýmsum breytingum. Það var loks samþykkt í neðri deildinni en hafnaði í öldungadeildinni. Raunar hefur neðri deildin samþykkt 3 útgáfur af frumvarpinu og samkvæmt stjórnarskrá hefur neðri deildin lokaorðið ef ekki tekst að leysa ágreining. It will then be reviewed by the Constitutional Council. That body must confirm that the bill's provisions comply with France's constitution. Frakkland verður 10. Evrópuríki sem leyfir dánaraðstoð á einhvern hátt. Þá hefur neðri málstofa breska þingsins samþykkt frumvarp dánaraðstoð sem dagaði upp í lávarðadeildinni vegna málþófs. Það fer þó aftur á dagskrá í haust. Þá hafa lögin í Portúgal ekki enn komið til framkvæmda og löggjöfin mismunandi í hverju ríki fyrir sig. Dánaraðstoð allstaðar umdeild þegar hún kemur til umræðu. Andstæðingar hennar í Frakklandi óttast að fólk sem gamalt eða veikt verði beitt þrýstingi að sækja slíka aðstoð. Lawmakers have built safeguards into the bill. It would apply only to people with serious, life-threatening and incurable illnesses that are in an advanced or terminal stage and who are experiencing pain that cannot be relieved with palliative care or is unbearable. Þá þarf viðkomandi að vera franskur ríkisborgari eða búsettur í Frakklandi og að sýna fram á að þetta sé hans eigin vilji. People with severe psychiatric disorders or neurodegenerative diseases such as Alzheimer's would not be eligible. Karlmaður sem var farþegi í flugvél á leið frá Grikklandi á föstudag enn á spítala eftir að hafa næstum sogast út úr vélinni. Eiginkona hans sem var með honum í fluginu segir það hafi verið honum til happs að sætisbeltið var spennt. Hinn 61 árs Ljúbísa Karovic satt við glugga í Boeing 737-800 vél á leið frá Þessalóniku í Grikklandi þegar glugginn brotnaði hálftíma eftir brottför. Maltene, istog trenutka je izašao kroz prozor. Znači, pa bio je možda do 2-3 minuta najviše. Malta rak vélina fyrir hönd írska lággjaldaflugfélagsins Ryanair. Atvikið enn til rannsóknar en samkvæmt bráðabirgðaskýrslu talið að brak úr hreyfli vélarinnar hafi hafnað á glugganum. Maksimovic segir það hafa verið ókveikjandi að sjá höfuð og herðar eiginmannsins komin út glugga vélarinnar. Ja I gospođa koja je sedala pored njega smo probale da ga vratimo unutra, međutim to je tolika snaga vazduha koja ga je čupala, sva sreća pojas je vezao pa zbog toga je ostao na sedištu I onda nam se u pomoć nam je pristigao jedan čovjek, mislim da je iz Albanije, kako mi je rekao, nisam sigurna. Hún segir stúlkuna sem satt við hlið eiginmannsins hafa aðstöðað sig allan tíman. I taj gospodin koji mi je pomogao da svog muža izvučem kroz prozor, donosio mi je vodu. Treći put kad smo ga jedva probudili iz nesvesti, ili je počeo da menja I boju I sve, on mi je našao vodu u avionu, polivali smo ga, kupali, inače drugu pomoć nisam imala tog trenutka.
Vélin var á leið til Memmingen í Þýskalandi en var snúið við og lenti aftur í Þessalóníku. Karovits enn á spítala þar með áverka á höfði og herðum, núningsár og alvarlegt sálrænt áfall. Danas mu stavljaju holter, srce moraju da mu provere, tu su nešto videli da nešto nije kako treba, mora da ostane još na odeljenju do kad ne znam. Lögmaður hjónanna segir grun annmarka á viðhaldi vélarinnar. Henni hafi einnig verið snúið við daginn áður vegna tæknilegra örðugleika. Landamæri Spánar og Gíbraltar voru opnuð við hátíðlega athöfn í morgun. Þetta þýðir að ekki þarf lengur að sýna vegabréf þegar farið landamærin. Forsætisráðherra Spánar og aðalráðherra Gíbraltar stóðu fyrir táknrænni athöfn þar sem girðingar voru rifnar niður og eftirlitsbásar fjarlægðir. Samkomulag Bretlands, Spánar og Evrópusambandsins að Gíbraltar verði hluti af Schengen-samstarfinu frjálsa för fólks voru undirritaðir í gær. 16.000 Spánverjar sækja vinnu á Gíbraltar og þessi ráðstöfun auðveldar þeim mjög að komast til vinnu. Muy bien, ya no hay que esperar a la cola que se formaba ahí antes que nos vean, nos pegábamos ahí en una hora. Porque durante décadas la verja ha sido exactamente eso, una herida abierta para los miles de trabajadores que cruzaban cada día sin saber cuánto tardarían en llegar a su puesto de trabajo, por supuesto también para las familias separadas por unos metros de metal y para generaciones y generaciones que crecieron pensando que no había una solución posible. Í sumar verður hægt að gæða sér á ís og styðja leið við Bryndísarhlíð, áfalla á ofbeldismóttöku Landspítalans. Hún var sett á laggirnar í minningu Bryndísar Klöru Birgisdóttur sem var myrt á menningarnótt fyrir 2 árum. Hópurinn Riddarar kærleikans stendur fyrir söfnuninni í ár í samstarfi Ísbúð Huppu. Hópurinn ásamt minningarsjóði Bryndísar Klöru stefna á að safna 200 milljónum fyrir Bryndísarhlíð og þegar hafa safnast 160 milljónir í samstarfi við önnur fyrirtæki. Átakinu var hleypt af stokkunum í einni af ísbúðum Huppu nú síðdegis. Skautumessa að hefjast í Gerðaskóla í Garði í Suðurnesjabæ þar sem 100 gesta mæta til að háma í sig skötu, saltfisk og plokkfisk. Þetta 17. árið í röð sem messan haldin hásumar en alls hafa safnast 100 milljónir króna sem hafa farið til ýmissa góðgerðarmála. Magnús Hlynur Hreiðarsson í Garðinum. Ertu búin að smakka á skötunni? Nei, ég treysti mér ekki í það. Lyktin, maður minn. Ég meira fyrir saltfiskinn, takk fyrir. Já, hér alltaf fyllist af fólki, reikna með 400 manns í þessa sköttumessu og hér einn af kokkum kvöldsins. Gulli, hvernig líst þér á þetta? Vel, það alltaf jól 2 ári hjá okkur, þannig að nú það fyrir jólinn hjá okkur þetta ár. Og þið að bjóða upp á fjölbreytt úrval hérna fisktegundum eða hvað? Já, það skata, saltfiskur og plokkfiskur, rófur og kartöflur og rúgbrauð. Og svo náttúrulega hamsi. Og hvað svona vinsælast? Skatan auðvitað fyrst og fremst. Margir í saltfisk, plokkfiskurinn hjá matarlist frábær, skólamatt frábær og svo rófur og kartöflur. Það bara allt í boði. Ása, hvernig líst þér á þetta? Bara mjög vel, mjög svo. Þetta heilmikið stemning í kringum þetta? Já, mjög svo mikil. Virkilega skemmtileg stemning og duglegt fólk. Og það fjöldi fólk sem mætir á þessa messu, fólk ekki heim að horfa á leikinn eða hvað? Bara vonandi ekki, bara mæta hér að borða og fara svo heim og horfa á leikinn eftir. Ási, þú átt heiðurinn þessar sköttumessu, þetta ekki góð tilfinning? Ja, heiðurinn sá að hérna mæti bara fullt af fólki sem á þetta allt saman með okkur saman og hérna erum við saman og það gott að okkur leiða og félagar mínir Oddareglur eru hérna okkur til alls og traust og hérna hafa Dóu þeir spilað fyrir okkur í 17 ár og við ætlum að styrkja samfélagi hér einhverja milljónir á eftir og það eru við sem að gera það saman og það fegurðin við sköttumessuna. Það er búið að safna 100 milljónum á þessu 17 árum, hvað? 100 milljónum? Já, eitthvað rúmlega það sem við höfum náð að ávaxta þetta pund og styðja samfélagið og það náttúrulega mjög gleðilegt og ánægilegt. Glæsilegt, til hamingju með þetta allt saman. Já, takk fyrir að koma. Takk. Já, við segjum þetta gott úr Garðinum. Hér verður stemming í kvöld, skata, saltfiskur, plokkfiskur og allt. Lifi íslensku fiskurinn. Takk fyrir þetta Magnús Hlynur Hreiðarsson í Garðinum. En við ætlum núna að líta til veðurs.
Komið sæl, í dag búið að vera suðvestlæg átt hjá okkur og skýjað og dálítil væta á vestanverðu landinu en bjartviðri eystra og hlýtt í veðri þar, hiti mældist 28 stig á Seyðisfirði fyrir hádegi í dag. Það er þessi hæð sem að stýri veðrunni hjá okkur suður af landinu og hún mun stýra veðrunni hjá okkur næstu dag verður svolítið þaulsettin hér suður af landinu. Og maður búist við áfram suðvestlægri átt á morgun en dregur þó heldur úr vindi að vara við hvassviðri á vestanverðu landinu á morgun. Sjá hér á hitasvæðinu, það er hlý loftmassi sem fer yfir til okkar og verður áfram hlýtt í veðri á morgun, þó ekki eins hlýtt fyrir austan en hiti getur farið yfir 20 stig á morgun en yfirleitt á bilinu 11 til 15 stig á vestanverðu landinu. Og þetta er staðan klukkan 7 í kvöld, það er skýjað og dálítil væta vestan til landinu en bjartviðri eystra og áfram verður suðvestlæg átt 5 til 13 á morgun, hvassast á Vestfjörðum, dálvæta af og til, einkum þá vestanlands en getur verið hér sólríkt við suðausturströndina. Þetta er staðan klukkan 2 á morgun, hiti svona rétt yfir 10 stigum vestanlands en yfir 20 stigum eystra klukkan 2 á morgun. Þegar líður á morgundaginn dregur smám saman úr vindi á vestanverðu landinu, vestlæg átt, suðvestan eða vestan 3 til 10 metrar á sekundi annað kvöld og aðfarnótt föstudags þá snýst í vestlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu og léttir smám saman til þegar líður á föstudaginn á Vesturlandi. Víða bjart veður í kortunum á föstudag eftir hádegi, geta þó verið einhver skýjabakkar á sveimi við vesturströndina og þá fara hita til heldur hækkandi á vestanverðu landinu, nálgast 15 stig þar en áfram yfir 20 stigum fyrir austan þegar best lætur. Og þegar líður á föstudaginn áfram bjart veður, svo seint á föstudagskvöld, þykknar smám saman upp vestanlands, snýst aftur í suðvestlæga átt með smá vætu aðfaranótt laugardags og þessi úrkomubakki gengur hér yfir landið til austurs. Á laugardaginn getur verið smá væta austan til og þetta er staðan hér. Í hádeginu á laugardag, suðvestlæga átt 3 til 10 metrar á sekundu, skýjað með köflum og væta á stökustað, bjartviður hér á suðausturlandi. Og á sunnudaginn áfram er gert ráð fyrir suðvestlægri átt, skýjað og dálítil væta af og til á vestanverðu landinu, hiti þar á bilinu 11 til 15 stig en hlýrara í veðri fyrir austan og yfirleitt bjart veður þar, hiti yfir 20 stig þegar best lætur á austanverðu landinu. En skulum segja þetta gott að vera í bili, verið sæl. Og áður en við kveðjum ykkur þá var rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Mengun frá skemmtiferðaskipum í Reykjavíkurhöfn mældist alltaf 40 sinnum meiri en alþjóðleg viðmið kveða á um. Rafvæðing hafnarinnar er á áætlun og á að bæta úr. Fjöldi fósturbarna sem eru vistuð á heimilum án fósturleyfis kom Barnavernd Reykjavíkur á óvart. Framkvæmdastjórinn segir fósturkerfið þarfnast gagngerrar endurskoðunar. Forseti Íslands segir að margir sem tjá sig þjóðaratkvæðagreiðsluna viðræður við ESB í lok sumars geti vandað orðræðuna betur. Hún hvetur fólk til að staldra við og hugsa áður en það talar. Eiginkona manns sem sogaðist næstum því út glugga flugvélar á föstudag segir það hafa verið honum til happs að sætisbeltið var spennt. Maðurinn er enn á spítala í Grikklandi. Síminn stoppar ekki hjá ferðaskrifstofum sem selja sólarferðir og flestir sem hringja vilja komast út strax. Það þarf þó ekki að fara út fyrir landsteinana því hitamet féllu á Austurlandi í dag. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú tekur stofan við sem hitar upp fyrir undanúrslitaleik Englands og Argentínu á HM karla í fótbolta. Leikurinn hefst klukkan 18:50 en stofan hefst klukkan 18:30. En næsti fréttatími okkar er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni viljum að þakka ykkur samfylgdina það sem af þessum degi. Verið sæl. Idrett har betydd ekstremt mye for meg. Det har gjort meg til den jeg er i dag, fordi jeg fikk muligheten. Men det er det ikke alle som får. Du merker jo at de andre, de springer jo mye fortere enn deg. Og da blir det at man faller fra. Nei, jævla redd for meg. Risarnir. Norðmenn stefna á að komast með nýstofna landslið á heimsleika dvergvaxina í fótbolta. Markmiðið er að vinna bug á fordómum og sýna að hæðin sé engin hindrun í íþróttaiðkun. Da kjører vi i gang! Vi må hjem igjen! Det har ikke vært noe kortvokst landslag før i Norge, så vi må jo starte en plass. Og jeg er så uendelig stolt av dere. We're gonna win.
all for Norge. Risarnir, þriðjudag á RÚV. Einn af stórviðburðum íþróttasumarsins, Íslandsmótið í golfi, framundan og í ár leikið á Korpúlfsstaðavelli golfklúbbs Reykjavíkur.